og í bókinni þá var nú vinnumaðurinn með til að moka skítun og svona, en hann þurfti örugglega stundum að hjálpa til við það líka. En hann þurfti að halda ljósinu og lýsa gömlu konunni svo hann sæi hvað hann var að gera. Þegar hún var að fara að mjólka. Og vitið hvað Hallgrímur fékk í laun fyrir að hjálpa til? Já. Ylvolga mjólk beint úr spenanum. Heyrði, en hann þurfti líka að fara með í fjárhúsið. Þá fór hann líka örugglega með luktunum sína, en það voru ekki vinnukonurnar sem fóru þangað, það voru meira vinnumennirnir sem fóru í fjárhúsið. Og þar þurfti sko að gefa hey, þetta heitir hey, og það þurfti að passa upp á vatni, væri ekki frosið, þetta var svo kalt. Og það þurfti líka að lofta svolítið út og reyna að ná smá dagsbirtu inn til þeirra, þegar það var svo mikið myrkur. En vitið hvað gerðist einu sinni? Einn daginn þegar Hallgrímur fór með vinnumönnunum út í fjárhús, þá hafði svolítið ótrúlegt gerst. Hann var að róta eitthvað og þá heyrði hann eitthvað skrítið hljóð. Hann fór að athuga betur og þá fann hann nýfætt lamb. Nýfætt hálfkarað lamb sem lá þarna í örugglega heyinu öllu einhvern veginn og hjá mömmu sinni. Og hann var náttúrulega steinhissa, að þið vitu alveg að lömbin ekki að fæðast í desember. Þau fæðast á vorin, nákvæmlega. Og hann hrópaði og kallaði, pabbi, 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 sjáðu þið, það er nýfætt lamb hérna. Haldið að pappan sagði trúða honum? Nei, pappan var bara, hvað vitleis eru þið í þessu? Getur ekki verið. Jú, pabbi, það er nýfætt lamb hérna. Og það var alveg rétt. Þið trúðu pappan hann sjá? Já, hann fór og athugaði og sá að það var alveg rétt hjá honum. Og þeir þurftu að hjálpa svolítið til, af því að